Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góðu gestir en helgina voru músíktilraunir og það var hljómsveitin Geðbrigði sem sigraði. Hingað eru komnir 2 meðlimir sveitarinnar. Það eru Agnes Ósk og Ásthildur Emma og með þeim Ester Bibi. Þetta eru allt fræknar rock tónlistakonur og svona gaman að segja fyrir því að voru þið ekki fyrstar Bibi kolrössurnar til þess að sigra músíktilraunir sem var fyrstu rock konurnar. Sko, ég var einmitt að við vorum að skoða rifja upp grein sem kom út þarna þegar við unnum músíktilraunir og þá svo fyrsta kvennasveitin í 9 ár til að vinna músíktilraunir og þá fór ég að hugsa, voru dúkkulísnar í músíktilraunum eða hverjir voru hinir þarna fyrir 9 árum? Ég bara man það ekki. Nei. En það kannski skiptir ekki öllu máli. Hvernig leggst svona sigurinn í ykkur? Mjög vel. Ég kann alveg, ég var til að líða svona oftar, sko. Já, það er óslega skemmtilegt og bara geggjað challenge og eitthvað sem við erum að takast á vel allavega núna fyrst í 2 dagana. Já. Það vennist allri svona aukinni athygli og nákvæmlega. Þetta verður fíkn. Já, ég get ímyndað það, sko. En hvernig leiðast ungar stúlkur út í rock? Það er gott. Bara gott uppeldi. Ég meina, já, ég held að þú er með mér sem hlusta ítrekkað á rock tónlist. Já, og svo ég er núna svolítið farin, sko, foreldrar mín farin svolítið að hlusta á það sem ég er að hlusta á núna. Þannig að þetta er svolítið farið að snúast aðeins við. Ég er svona ekki kenna hænunni. Nei, ég fór byrja að hlusta á ABBA, Queen og Prince og allt það. Svo fór ég meira út í emo, eins og My Chemical Romance er svona eitt af mér uppáhald og nú mamma mín þar, við fórum saman á tónleika 22, og svo núna er ég komin í íslenskt alveg svartmálum og bara alls konar öðruvísi. Þetta verður bara meira öfga. Ég er það líka, mamma mín, hún ól mig upp á grunge og svona. Svo ég held að það sé alveg uppeldinu að þakka. Ég get ekki talað fyrir Hraun eða Tótó, en ég held að við eigum þetta samlegt, myndi ég segja. Mér finnst bara geggjað að orða þetta gott uppeldi. Já. Ég held að sé líka bara gott uppeldi. Það er bara að fá að vera með sjálfur og vera alltaf studdur áfram hvort sem þú sért að hlusta á eitthvað sem að foreldrar manns botni eða ekki, að þau bara styðji þig áfram og standa alltaf með þér. Já, 100%. Tilbúin að hlusta og eitthvað svona, skoða það sem þið eru að gera. En hvað gerist núna þegar maður er búin að sigra í músíktilraunir? Sko, við erum eiginlega bara að finna út í því. Já. Það er óstutt síðan. Sjálf líka, sko. Já, en nú bara búið að heyra í okkur við til hægri vinstri og allt gengur vel svo far og svo bara stífar æfingar og næst aldrei fyrir suður. Já, bara, ég myndi bara að segja æfingar og við erum að fara að halda upp á þetta helgina. Já. Svo verður 4. Geggjað. Máttu ekki gleyma að fara í prófin? Já, nákvæmlega. Ég er sem betur verið í einu lokaprófi en svo er að skila eitthvað lokaverkefni og kennarinn minn, ég veit ekki hvort hann veitir mér miskun af því að ég á að skila 30. apríl og svo er hún fara á aldrei fyrir suður bara helgina undan, ég veit ekki hvort hann sleppi mér eða ekki. Life is killing my rock and roll. Já. It tries to kill your rock and roll, don't let it. Amen. Bibi, er eitthvað svona sem að þú getur ráðlagt svona ykkar arftökum í íslensku rocksenunni? Ég segi bara, verið bara alltaf samkvæmur sjálfum ykkur og talið saman og standið saman og ekki láta eitthvað fólk rugla í ykkur. Verið bara alltaf þið sjálf og gerið það sem þið viljið. Amen. Ég set það bak við. Það kom eitthvað svona típur, einhver eru umbóðsmenn eða plötufyrirtæki eða eitthvað svona sem segja gerðu meira svona, verið meira svona, stattu meira þarna, ekki hlusta. Já. Ég myndi að segja, það voru mjög góðar ráðleggingar, bara svona stattu með þér. Núna, það er oft talað að það sé, senan sé svona deyjandi, hljóðfæraleikur sé kannski bara svolítið svona að fjara út einhvern veginn, fólk er farið að gera meira í tölvunum sínum og tónleikastæður eru líka bara svona orðnir færri heldur en þau voru. Er þetta eitthvað svona sem er áhyggjefni? Er þetta ekki bara tímabil? Jú, það getur vel verið. Ég hef engar áhyggjur á
skortur af hljómsveitum. Fólk alltaf að stofna hljómsveitir, oft þetta sama fólki í sömu hljómsveitunum og búið að fara í aðrar, en þetta er samt ný tónlist sem geggjað, en sko ég persónulega hef kannski pínu áhyggjur þegar það kemur á tónleikastöðum, en fólk alltaf að segja bara, þú veist, fólk hefur alltaf rettað sér og það heldur áfram. Hvort það séu einmitt, eins og þú nefndir áðan, svona einhverju úti tónleikar í einhverju görðum eða bílskúrum eða eitthvað svoleiðis, þetta bara já, þegar, hvað segir maður, þegar það er viljið þá er viður, viljan á vopni, myndi ég segja. Ég er sammála því. Ég er bara mjög sammála. Þið fengu svona plús fyrir sviðsframkomu getið kannski aðeins sagt svona hlustendum frá svona hvað er það sem að gerir ykkur svona powerful á sviði? Tótó, já. Svo einhvern okkar, hún var alltaf, ég veit ekki, hún vantilega bara, ég myndi segja fætt stjarna, hún kann að vera upp á sviði og bera sig. Og ég held sko svona fyrst þegar við vorum að byrja þá voru allir pínu feimnir, en svo kemur, ég myndi segja það var þegar við spilum á Lilló í fyrra, þá ég held ég var fyrsta giggið það sem Tótó var eitthvað, ég ætla að skríða, og við vorum bara ok, ég meina já, við erum ekki að fara að stoppa þig, og núna erum við bara búin að gera alltaf síðan, og þetta við fáum mörg hrósbraka, eins og Arnar ekki sagði eitthvað, þú veist, bara sviðsframkoma. Mér samt alltaf finnst þess að ég og Ásdís sem ekki að gera of mikið, við erum bara svona aðeins að kannski erfiðara svona þegar maður er með gítar að bassa. Maður hefur séð fólk fara í nei, ég er ekki að grínast, maður hefur séð fólk fara í helgjastök með bassa á sig, sko, en við lætum duga að svona labba, taka nokkuð skrif og svona horfa hvort annað og Mér var gott hvernig gítarleikari núna tók dæmi það að bassaleikarin gæti vel farið í helgjastök. Ég er með enga bassafordóma, sko, enga. Nei, já, Tótó er náttúrulega bara, hún er svolítið sem svona drífur okkur áfram í sviðsframkomunni, þú veist, við erum svolítið svona að ná henni einhvern veginn, eða þú veist, til þess að sé ekki bara einhver sem er hlaupandi svið á menn allir hinn standi í kjörir. Bara einhverja gúrkur. Einmitt. Og þannig já, ég held að sé svolítið bara að peppa og drífa okkur áfram að vilja gera betur og hreyfa okkur meira og svo að sé skemmtilega að horfa á okkur. Já, það var líka einhvern tímann þegar við tókum spesæfingu til þess að æfa af sviðsframkomu, og ég tók bara eftir því, það er miklu skemmtilega að spila þegar maður þú veist, einhvern veginn að hreyfa sig og setja sig alveg í tónlistina. Það er bara, ég fæ persónulega miklu meira út úr því ef ég er svona að lifa mig inn í það. Og hvað, og kannski svona klassísk spurning til tónlistamanna, en svona hvernig, þú veist, hvað drífur mann áfram og hvernig sest maður niður og semur lag? Ég held að við höfum aldrei sest niður og saman lag. Sko, ekki allavega saman. Nei, alls ekki. Við svolítið svona bara, þú veist, við erum með drive möppu sem að við bara hendum einhverjum textum inn, og hvernig lögin verða til, þá erum við svolítið bara að spuna. Mjög svo mikið. Stundum kemur einhver með einhverja laglínu, gítar eða bassi eða eitthvað svoleiðis, og þá bara, þú veist, segir við, þessi texti gæti passa við þetta, þetta lag, og við vinnum svolítið bara út frá því. Já, erum við bara með svona bits and bobs inn á möppu og svo bara svona púsla saman? Mjög svo. Gerir þú þetta líka? Já, allavega tónlistina semdu við þetta aldrei á svipanátt, bara að einhver kannski komi einhverja línu eða einhvern grunn sem hægt var að spuna út frá þegar við erum saman, og svo bara gerist eitthvað magic. Svo bara gerist eitthvað magic. Ef mann finnst gaman. Já, það er svona númer 1 og 3, og ef eitthvað vil hlusta þá er það bónus. Ég meina bara ekki pæli neinum sem að, eða þú veist, okkar, ég man alveg eftir því, við gerum svona línuritt, þú veist, og svo vorum við alltaf að hugsa, ok, svo bara hættu við alveg hérna, allir bara kött á hljóðfærin, þú veist, af því þá verður allir bara, og svo verður allir bara, og vorum alltaf að reyna að sjokkera. Það var það eina sem við vorum að pæla í áhörundum, annars vorum við bara ekkert að pæla í áhörundum. Og ég held að það sé svona ágætis svona, hvað heitir þetta? Svefngríma til að vera með ákveð. Já, þannig að maður pælir ekki mikið í áhörundum og meðan maður er að spila. Nei, það er svona fyrst ef ég var að byrja að spila, hann gat ég ekki hort út í sal, að til að byrja með var ég með mikinn sviðskrekk, en hann er eiginlega mjög svo farið núna, en svona
ég reyni alltaf að horfa út í sal en þá er svo ofta sem að það eru ljós og ég sé ekkert hvað sem fínt af því þá er ég bara að horfa út í svartól og ég er bara svona, ég er bara inn hjá mér að spila eitthvað sem hjálpar. Ég þekki trómara í mjög frægu bandi sem að situr ennþá alltaf svona hliðin á sviðinu af því hann getur ekki hort út í salin. Þannig að ég held að það sé bara svona allir hvað gröðu. Ég hef líka spilað og algjörlega og líka með öðrum hljómsveitum og algjörlega gleymt mér á sviði en svo hef ég líka fengið alveg moment af sviðskrekk og alveg bara eftir að hafa verið á sviði bara mjög mikið. Þú veist, það sem að fær bara svona, eitthvað bara svona stjarfa og vill helst hverfa. En já, maður kemst nú samt alveg bara yfir það. Já, algjörlega. Og en Bibi, hvað er að frétta af Kolrössum? Kolrassa ætlar að spila, ég held að það sé 14. júní í Bæjarbíó með nokkur hljómsveitum. Það verður gaman. Já. Já, svo bara, við ætlum alltaf að semja eina plötu viðbót, við erum svona mann okkur upp í það. Heila plötu? Já. Vá. Það er hljóma vel. Ég var til í það, sko. Já. Og ég meina, sko, þekktu þið Bibi svona áður en þið fóruð út í rockið? Er mikilvægt fyrir svona stelpur að hafa fyrirmyndir í tónlist? Ég meina, ég er búin að hlusta á Kolrossu síðan ég held svona 16 ára. Og ég man þegar við fengum beiðni frá LMI og spila á rockátinu og við erum bara já, og svo fengum við dagskrána og það var Kolrossa á sama kvöld og við og ég var engin lið. Ég var bara Svo já, ég myndi að segja það ég hlustaði líka væntanlega mjög mikið á Grýlunar og Dúkkulísunar líka og þetta er svo kannski pínu klísi en það er bara af því að það er sannleikur í því að hafa fyrirmyndir að sjá konur spila þá veit maður svona, ok, ég geti gert það líka bara algjörlega. Já, þú ert fyrirmynd. Núna að því að nú verð ég bara að nota tækifærið að því að það er mjög mikið verið að tala um Vogue og nú er músiktilraunir og það eru stelpur í rocki sem unga konur sem sigra músiktilraunir og það myndi kannski eitthvað segja eitthvað svona, já, það er umulegt og allt svo Vogue og hafið þið eitthvað fylgst með þessari samræðu? Sko, mér finnst nei og ekki ég að mér sko Erst þú eitthvað? Ekkert eitthvað brjálæðislega mikið en bara það er mikilvægt að hafa samkennd og bara, þú veist, vera næs manneskja. Það er bara lágmarkið, sko. Bara ekki vera digg. Nei, þetta er mjög einfalt. Ég held að þetta Vogue og anti-Vogue og allir þessi hernaðarhyggja held ég okkar eldri að éta og ég vona bara að yngra fólk komi bara einmitt með þetta attitúd, bara friður og jörð og bara verum næs á þess að það þurfa að fylgja því einhver hernaðarhyggja. Já, ég sko, ef þú varst að meina eitthvað svona hvort að við það myndi kannski einhverjir segja að við unnum að því við erum, þú veist, mestmegnis konur og við erum að spila öðruvísi tónlist eitthvað svoleiðis, en að minnst það sem dómnefndin, þetta er menntað fólk og svona, ég held að þetta sé ekkert eitthvað svona fjölbreytileika kvótið þegar það kemur að okkar sigri. Ég myndi þú veist, að minnskvætti samkvæmt dómnefndinni að þetta var bara sanngjarnt. Þið voru bara bestar. Já. Þið bara hafnið því. Ég var eftir því líka að við lendum líka þess. Við vorum rosa stressaðar að vinna því það voru bara stráka bönd og þau voru öll bara við áttum að vinna og þau eru bara lélegar því að við vorum að gera svona eitthvað indie skotið rock eitthvað og þeir voru allir döðarokk og þeir gáttu bara alls ekki fyrirgefa okkur og bara valla við okkur sjálfum en svo, þú veist þetta var bara rámt hjá þeim við unnum ekkert bara þegar við vorum stelpur það var líka út af því að einmitt tónlist var öðru sig einhver nýr þráður nákvæmlega. Og það er bara það við höfnum bara öllu öðru kjaftaði. Já, ég segi þannig. Já, sammála því. Já, þið eruð að gera plötu, þið ætluð að fara á Aldrei fór ég suður, það verður þá, svona ykkar stærstu tónleikar, er það ekki? Svona, já, bara risa gigg. Örugt, megum við segja það, sko. Já. Ég er það að spila, með hverjum er það að spila? Já, nú hef ég ekkert kynnt með dagskrána þar, ég er alveg glötuð. Það er, sko... Jópi og Króli. Múr, mjög spennt. Já, ég er mjög fein að við fáum að spila saman kvöld. Já. Írafár. Ég er mjög spenntur þeim leik. Vá, geggjað. Og svo Apparat. Já, ég var búin að sjá Apparat. Þetta verður geggjað hátíð. Þetta verður ekki smá flott. Ætlar þú að fara Bibi? Nei, ekki núna í ár. Eða ég allavega var ekki búin að ákveða, en
Ég hef farið og þetta er æðislega hátíð, ótrúlega gaman. Ótrúlega gaman að vera þarna, mikil stemming. Það eru fest núna í sessi, alveg. Gerður ykkur samningur, þannig að þetta var tvísýnt þannig í fyrra, sem átti að vera síðasta hátíðin. Nei, ok. En núna hefur þetta verið fest í sessi, þannig að það er frábært, það er góða fréttir fyrir tónlistarlífið. En er eitthvað svona sem að ykkur finnst vanta upp á í bara, að því að nú eru þið unga konur og þið eru svona, bara svona eins og í skóla og menntaskóla lífið eitthvað neginn. Er eitthvað svona sem, eitthvað svona hvati til þess að fara í tónlist? Þetta er svo þungar spurningar. Já, svona snemma morgun. Já, líka. Já, ertu það bara að meina bara svona einstaklingsmyndi að fá einhvern Ég hef svona hvatningu að því að ég man að þegar ég var í skóla, þú veist, þá var rosalega lítið einhvern veginn svona tónlistarlegt utanumhald. Það var, þú veist, það var tómment einu sinni þegar ég var 6 ára. Já. Svo var ekkert eitthvað frá þess að spyrja. Það var einhvern veginn ekkert fyrir, þú veist, krakka sem kannski búa ekki við tónlistarlegt uppeldi. Já, þetta er góð spurning. Ég allar minni, svo tala tómment í mínum grunnskóla, þá var tómment kent upp að svona 7. bekk eða eitthvað. Svo var eitthvað val þegar ég var í álíkastig sem var eitthvað svona að læra hljóðfæri. En ég held ekkert beint í svona opinberum stofnunum að það sé eitthvað rosa mikil hvati ég að fara í. Ég held, svona þegar ég pæliði, ég held að það sé meira að þú ert að alstu upp á svona svokallað menningarheimili, að þar færðu hvatan. Þú veist, oft börn sett í einhvað nám, þú varst sett í fiðlunám. Já, mér enda langaði að fara í fiðlu. Ok, ég meina, já, Þú varst ekki bara sett. Nei, ég veit, þú veist, það eru sumir sem voru setti bara í píanó eða cello eða eitthvað. En já, ég held ekki að kannski eini hvatin er bara umhverfið. Ég held að, og ég veit ekki, ég meina, ég átti vinkunni í grunnskóla og ég held að pabbi hennar var í hljómsveit og hún var eitthvað mjög langast á hljómsveit og ég var eitthvað, ok, við skulum bara dúla okkur eitthvað saman. Svo ég held að það sé meira svona þar fær maður hvatan af svona vinum og kunningum. Bara umhverfið og þú veist, bara maður sjálfur líka. Maður er bara, já. Ég man eftir að það hafa verið svona 12 ára að hlusta á Queen og ég var bara að hlusta á Hammer to Fall, ég man svo vel eftir þessu og ég var bara ég ætla að læra gítar. Og svo þetta er líka svona pínu einstaklingsbindi. En æfinguhúsnæði, hefur ekkert verið mál fyrir ykkur að finna æfinguhúsnæði? Jú, það hefur alltaf verið vesen. Sérstaklega því við búum helmingurinn á Selfoss og hinn helmingurinn í Mosó. En við reynum alltaf að hafa þetta svona semi-jant að það þarf ekki, þú veist, annar helmingun alltaf að fara í bæinn eða hinn alltaf að fara í Selfoss. Við reynum svolítið að skipta á milli og það er alltaf stundum svolítið vesen. Eða oftast. Já. Og ef núna þegar þú veist, ég og Tóta erum ennþá í skóla og við samt í bænum, Hraun, hann er í skóla á Selfossi, þú ert bara í vinnu og Tóta líka og við erum bara að finna tíma líka til þess að æfa getur verið rosa og svo er það hvort á að vera Selfossi, á að vera í bænum. Eru þið þá með 2 æfingarhúsnæði? Það er sko, við reynum alltaf í bænum þá erum við oftast í hinhúsinu. Já. Það er bara rosa þægilegt. Já. Bara frítt og þeir eru rosa mikið að byggja upp bara senuna svolítið, þú veist, náttúrulega með músíktilraunir og það er hérna Ráðstöðuvegi já, einmitt Elliðardal já, og já, við höfum verið þar alveg þar sem við byrjuðum já, og annars sko höfum við verið á Selfossi í bílskutum hjá Hraun og svo núna í skemmunni í garðinum hjá Agnesi sem er álega jafn stórt og þetta borð rýmið þar sko inni. Já. Það er best. Já, það er bara nándinn og svitinn. Já, akkurat. Æðislegt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og hlakka til að fylgjast með ykkur áfram. Ég aldrei fór í Suður, svo þetta því er streymt, skils mér, á RÚV. Bibi, ég býð eftir plötunni líka. Já, og bara innilega til hamingjustelpur. Til hamingjustelpur. Takk fyrir, alveg frábært. Og tók ég við það meira hér handan við hlið. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.